Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í menningu og listir. Því að á morgun laugardag fer fram í Listasafninu á Akureyri málþing Þorvald Þorsteinsson og til þess að fræðast það og ýmislegt fleira erum við búin að fá hingað í þáttina Guðrúnu Pálínu Guðmundsdóttur, fræðslufulltrúa Listasafnsins. Vertu velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Já, þetta málþing Þorvald er á morgun klukkan 2 í Listasafninu á Akureyri. Já, 2 til 4. 2 til 4 og er bæði í raunheimum og netheimum, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Þannig að þeir sem eru annars staðar á landinu og eiga ekki heimangengt geta fylgst með líka. Já, og 2 af þeim sem að eru með ávörp eða ræður, þau eru fyrir sunnan. Einmitt, já. Og 2 komu úr Reykjavík hingað. Já, þannig að þetta er svona skemmtilega blanda. En það hlýtur að verið erfitt að raða saman í dagskráum svona fjölþættan og margslungin listamann og Þorvald. Já, ég sótt styrk til Eyþings sem við fengum að vísu ekki, en það er sem sagt orðið ár síðan við fórum að vinna að þessari dagskrá. Já, já. Þannig að það er nú stundum gott að hafa svona í farteskinu og taka svo upp aftur og þá er allt frá gengið með fyrirlesara. Að vísu þurftum við að skipta út Viðar Eggertsson gat ekki komið þannig að Þorgeir Tryggvason kemur í staðinn. Frábært. Og að öðru leyti þá var það óbreytt, en ég ætla að taka fram að náttúrulega þetta er listasafn og myndlistarsýning af því að Þorvaldur var bæði rithöfundur og myndlistamaður. Já. Að þetta fer að vísu yfir Þorgeir fjallar hans sviðslistir, sem sagt Vasaleikhúsið og önnur leikrit sem hann skrifaði, en bókmenntirnar, það verða annað málþing sem að bókmenntafræðingar þyrftu að fjalla Einmitt. Þannig að við tökum ekki á því að sinni. Nei. Það er of víðfeðmt. Já, það er bara ekkert hægt að taka á öllu á svona stuttum tíma. Nei, og það er svo margt þar líka hægt að segja. Hann var náttúrulega málsnillingur og náttúrulega margt með tungumálið sem að Þorvald vann með. Hann var náttúrulega lengi á auglýsingastofu og þetta skarast þessi hnýtnu titlar og húmor og allt það kemur oft inn í myndlistina, en það er náttúrulega mjög mikið í ritlistinni. Já. Og mér fannst svo skemmtilegt til að vera að lesa Blíðfinn núna ekki fyrir löngu, þá hnaut ég hvað hann er mikill meistari í öllum svona orðum sem eru á milli setninga, þegar er ekki beinar setningar en einhvern veginn og hæ, já. Og allavega orð eða eitthvað. Og hann fangar það að stakri snild sem ég hef ekki séð áður og annars staðar. Nei, þannig að þið ætlist að gera myndlistamanninum og sviðslistamanninum Þorvaldi skil á málþinginu. Og Arna Valsdóttir, hún fjallar líka leikinn, að því að hann notaði svo mikið leikinn og börn leika og hann vildi að myndum meira vera skapandi eins og á eðlilegan hátt eins og börn sem eru skapandi, og skrifaði menntastefnu og það stóð nú alltaf til að hann og Ólafur Stefánsson, handboltamaður, að þeir voru að vinna eitthvað saman og ætluðu að opna skóla í gömlu heilsugæslustöðinni í Reykjavík. En það varð nú ekki. Nei, því miður, það hefði verið mjög forvinnilegt verkefni. Já, og gott að hafa skólastarf fjölbreytilegt. Já. En þannig að það verður líka fjallað það, og svo kemur Finnur Arnar, hann skrifaði Engilinn sem var sett upp algjört meistarastykki, finnst mér, í Þjóðleikhúsinu. Já. Og hann kemur og fjallar það, og það stóð nú lengi til að þetta verk kæmi hingað norður. En það varð ekki, við skulum kenna COVID-um. Já. Það var nú kannski það sem, loka ástæða þess, en það er mjög dapurlegt en ég vona að það verði nú fyrr en síðar sett eitthvað leikrit á svið á Akureyri af leikverkum Þorvaldar. Já, einmitt, halda sviðslistamanninum Þorvaldi á lofti í hans heimabyggð. Já, í hans heimabyggð. Já. Við höldum til haga okkar gömlu skáldum mjög vel, Davíð og Mattíasi og Nonna Já, og svo nærsveitamanni Jónasi Hallgrímssyni. Jú. Og jafnvel Jóhanni Sigurjónssyni sem var nú af þessu landsvæði, þó var ekki Eyjafjörður. Nei, einmitt. Hann er mynd af þeim á
fyrsta elsta málverkinars Þorvaldar sem í kaffistofunni hjá okkur, en venjulega á Andbókasafninu. Já. Og það minna að við séum mjög stolt af einhverjum listamönnum í hvaða sviði sem í dag. Það helst Atli Örvars, sem betur fer. En það eru líka hægt að hafa ýmsa aðra og alltaf skraut fjöðu fyrir hvert bæjarfélag að hafa sinn listamann, sko. Já, heldur betur. Bæði þá sem eru fallinir frá og þá sem eru starfandi. Og þetta náttúrulega kjörið tækifæri að fylgjast með þessu málþingi og rifja upp þau fjölbreyttu verkefni og þá miklu list sem að Þorvaldur skapaði á sínum ferli og við hvetjum náttúrulega alla eindregið til þess að fylgjast með annarkvort í gegnum netið eða bara að koma í listasafnið. Já, það bara eins og maður hefði fengið happdrættisvinning þegar það var tilkynnt að það væri ekki 20 manna samkomubann, heldur 150 núna. Þannig að við komum 70 í Ketilhúsið. Og það gildir aðgöngumiði að safninu. Og fyrir þá sem vilja koma oft í safnið, sem ég vona séu sem flestir sem heyra þetta, þá náttúrulega langhagstæðast að kaupa áskort. Og síðan mjög gott að fylgjast með heimasíðinu okkar, ak.is, eða googla listasafnið á Akureyri. Ekki listasafn Akureyrar, listasafnið á Akureyri. Hverjir fleiri taka til máls á málþinginu? Sko, Hlynur Hallsson verður með ávarp, ég stjórna þessu, það mín frumraun, sérstaklega gegnum Zoom, ég bara reyna að vera bjartsýn og vona að þetta gangi vel. Og síðan kemur Ágústa Kristófersdóttir og við unnum þetta saman og Helena Jónsdóttir ekki að Þorvaldar, hún lagði okkur virkilega lið líka, en hún því miður í Antwerpen, þannig að það hefði verið gaman að hafa hana sérstaklega hér á svæðinu á þessu málþingi. Og Ágústa verður með ávarp og síðan kemur Ragnar Sigurðardóttir, rithöfundur og myndlistamaður og hún fjallar hans myndlist. Frábært, þetta verður fjölbreytt og skemmtilegt. En það ýmislegt fleira sem stendur til dæmis sköpun bernskunnar. Getur þú sagt mér örstutt frá því verkefni? Já, við höfum verið með sköpun bernskunnar ári síðan 2015. En það hófst á 150 ára afmælisári Akureyrarbæjar. Þá var ég stjórn myndlistafélagsins og þá vorum við svona að finna upp á ýmsum viðburðum og þá datt mér þetta í hug og þetta var í samstarfi Myndlistaskólann og Leikfangasafnið. Og svo var þetta ekkert í nokkur ár, hann til Hlynur Hallsson kom í listasafnið, þá tók hann upp þá hefði að hafa þetta árvist og þetta verið þróast og við fengum stóran styrk frá safnasjóði í 3 ár, nýjan styrk sem heitir öndvegisstyrkur, þannig að þetta annað árið af 3 síðan við fengum þennan styrk sem við erum afskaplega þakklátt fyrir og í ár við höfum alltaf 2 myndlistamenn, einn þekktan að Suðurlandi og einn í heimabyggð sem þýðir Eyjafjörður og einhvers staðar. Og í ár þema gróður jarðar og við höfum Guðbjörgu Ringsteð og Eggert Pétursson sem myndlistamenn. Iðavöllur leikskólinn kom og vann verk í listasafninu. Við skiptum hópnum á milli okkar, ég og Guðbjörg Ringsteð, hún var með helminginn að mála og ég var með helminginn að teikna og svo bæði að gera stærra verk sem verður annarkvæmt á gólfi eða vegg vonandi. Og síðan Leikfangasafnið sem að tilheyrir núna Minjasafninu og 3 grunnskólar úr Glerárhverfi og þau hafa unnið sín verk út frá list þessara 2 myndlistamanna. Þannig að þetta mjög spennandi og blómlegt. Margir upprennandi listamenn kannski að stíga sín fyrstu spor þarna. Þetta frábært. Gaman að fá þig hingað í þáttinn til okkar. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og ég hvet alla eindregið til þess að fylgjast með málþinginu á morgun og hlakka til að fylgjast með listasafninu áfram. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir.